Jæja, velkomin í Gamesýruna, það þriðjudagur. Ég ætla hérna núna að fara hérna yfir eitt mál. Varðandi þessa uppljóstrun sem mikið talað þá þá ýmislegt, eins og ég hef sagt, sem bendir til þess að hún verði hérna annarkot í þessari eða næstu viku. Aliens.gov eða alien.gov var sem sagt, eru lén sem að voru stofnuð af Hvíta húsinu. Það kom engin tilkynning með stofnun þessara léna frá Hvíta húsinu á sínum tíma, en það voru þarna einhverjir sem að tóku sem sagt eftir þessu og þetta var athugað og það sem að kom í ljós var að það var sem sagt Hvíta húsið sem að, eða einhverja deildir innan Hvíta húsið sem að stofnuðu þessi lén og sem sagt aðstoðarkona eða talskona Hvíta hússins, þessi ljósarða sæta þarna, hún var spurð út í þetta hvað þessi lén voru. Það var sem sagt fréttamaður sem að sendi inn fyrirspurn varðandi þessi lén og hún svaraði á e-mail stay tuned og bætti við svona geimveru, svona alien emoji. Þetta svolítið síðan og það hefur verið talað að þetta verði svona plattformið fyrir þessi 46 skýrslur eða myndbönd eða myndir sem að Anna Paulina Luna hefur verið að óska eftir sem sagt frá stríðsmálaráðuneytinu og þá Pete Hegseth sem þá stríðsmálaráðherra Bandaríkjanna. Þessi lén, aliens og alien.gov, það hefur verið talað að þetta séu einmitt plattform til þess að hýsa þetta efni þegar þetta verður uppljóstrað og þetta örugglega yfirstrikkað að stórum hluta. Það sem ég rakst á í dag hérna, á texti sem var ensku og ég í rauninni bara þýddan. Ég ætla að lesa aðeins hérna yfir og þetta náttúrulega bara translate þýðing, ég bara hendi þetta hérna áðan. Einhver framkvæmdi nýlega ítarlega tæknilega skönnun á aliens og alien.gov og það sem þau fundu ætti að vekja athygli allra sem fylgjast með upplýsingargjöf almennt í þessum efnum. Hvíta húsið skráði þetta lén eða þessi lén. Bakendinn fullbyggður, þjónarnir eru virkir og ef þið skrifið inn á browser hjá okkur núna, aliens eða alien.gov, þá kemur bara svona 403 veggur, bara sem sagt lokað. Og það það eina sem stendur á milli almennings og þess sem býður semst hinum megin við hennan vegg. Þetta ekki orðrómur, þetta eru raunverulegir innviðir og klukkan gæti þegar verið að tikka. Tæknifræðingur, sem sagt sá sem skrifaði henni texta, þessa fæslu, hann rannsakaði opinberlega sýnilega vef innviðina á bakvið þessi lén með því að nota eingöngu opnar hugbúnar aðferðir. Þetta var ekki tölvuþrjótur og engin innbrot, bara staðlaði greiningu á því sem internetið afhjúpar fyrir alla sem vita hvar á að leita. Bæði lénin leysast upp á sama bakenda sem keyrir á WordPress, VIP, hýsingar vettfang á fyrirtækjastigi sem notaðar af helstu ríkisstofnunum og vefsíðum með mikla umferðum allan heim, sem bandarískum. Gátlistinn eins og niðurtalning fyrir útgáfu, lén skráð, DNS, virt, netþjónn, aðgengilegur. WordPress vef svæðis umhverfi svarar. Eini reiturinn sem ekki hakað við aðgangur almennings. Sérstakur endapunktur á léninu þegar farin að skila 403 banninu, sem sagt svar, sem nákvæmlega það minnstur sem sést síðustu dagana áður en stór vefsíða innan ríkisstjórnarinnar fer í loftið. Ekki vikur af þróun eftir, sem dagar, þetta eru bara dagar, þetta dagastillingar. SSL vottorðið sem núna í notkun var gefið út 14. mars 2026 og rennur út 12. júní 2026. Sá gluggi sannar ekki útgáfudag en hann staðfestir virkan og viðhaldna innviði. Enginn heldur lifandi SSL vottorði á dauðu verkefni og það eitthvað sem þessir sérfræðingar segja. Hvíta húsið hefur aldrei útskýrt opinberlega hvers vegna það skráði þessi lén, ekki nema bara með þessari einu fæslu frá þessari talskonu, eða hvað þau eiga að hýsa. Engin blaðamannafundur, engin yfirlýsing, engin afneitun, þögnin algjör. Sumir vísindamenn telja að aliens eða alien.gov sé undirbúningur sem sagt fyrir stýrða og opinbera upplýsingagjöf
að ríkisstjórnin sé loksins tilbúin til þess að kynna það sem að hún veit á skipulögðu opinberu formi. Aðrir halda þið fram að það sé viðsvítandi sálfræðilegur undirbúningur, hægfara dropi sem hannaður til að undirbúa almenning fyrir mun stærri tilkynningu og að innviðirnir séu einfaldlega upphafsatriðið. Ef Alien eða aliens.gov fyrir loftið á næstu vikum, hvað haldið þið að ríkisstjórnin sé raunverulega tilbúin til að segja okkur? Þetta nefnilega málið, þetta sjúklega dularfullt. Þegar þetta kom út fyrst, þá fór ég að tjekka það á þessu og þá, ég náttúrulega engin internet sérfræðingur, þá kom ekki þessi 403 veggur sem að samkvæmt þessu virðist vera einhvers konar einhverjar ráðstafanir, einhver veggur sem að í rauninni aðgreinir milli mín sem bara almenns borgara og einhvers efnis sem tilbúið bak við tjöldin og það verið að setja inn og gera og græja. Who knows? En allavega, þetta dularfullt. Ég vildi bara koma þessu frá mér á þriðjudegi. Það bara þannig. Annað? Eitthvað annað? Nei, held ekki. Bara sama djöfulsis fjörið endalaust. Ég ætla að fara inn og elda og svo ætla ég að skella mér á svona hitting, svona 12 spora hitting. Hvað segir ég um það? Woo! Namaste.